hættu að gósta fasteignasalann. Ég hef rætt þetta áður og þetta náttúrulega bara fyrstulega ekki fallið samskipti að gósta. En ef við förum yfir þetta, sem sagt, kaupendur panta tíma hjá seljendum í að skoða fasteign. Seljandinn að eyða mörgum klukkutímum í að taka til eigninu og gera hann tilbúna og því stærri sem eignin því meiri tíma. Stundum þarf fólk að koma heim og vinna því krakkarnir komnir heim og þú treystir ekki alveg að hafa þetta sýningarhæft, þannig að fólk tekur sér frí og vinnu. Svo kemur kaupandinn og skoðar og svo fer kaupandinn. Og yfirleitt til þess að þetta snýra mér þá hringi ég kaupandann daginn eftir til að athuga hvernig hún leist á. Ef hann svarar ekki að senda e-mail og svo follow-up e-mail. Í raun og veru ég kannski ekki endilega að missa mig yfir í hvernig þér leist á eignina, en seljandan minn langar að vita hvernig kaupandann leist á eignina. Var eitthvað sem var að trufla hann, það getur hjálpað seljandanum þá að endurvelja eignina eða gera breytingar vegna þess að það sem mikið að hafa í huga. Ég veit að sumum finnst þessi eftirfylgni rosa leiðilegt og þá gætur sýnt frumkvæði sent bara post og sagt sæl Ásdís, takk fyrir sýninguna, eignin ekki henta, við höfum viljað stærri herbyggi. Og þá gerist eitt sem svo frábært. Þeir sem svara eftirfylgni eða sýna svona frumkvæði, þeir fara svolítið á svona VIP-listan hjá fasteignasalanum. Þannig að þegar það kemur önnur sambærileg í sama hverfi, þá eru kaupendur sem að veita hefur áhuga á svona eign. Þá eru þeir fyrstu aðilarnir sem maður hringir í og stundum meira að segja bjóðum ykkur í sýningu áður en opið hús dettur inn. Þannig að smá eftirfylgni, svara henni og þá er það VIP-kunni.